Já, við ætlum að ræða Evrópusambandið. Við erum svo hlýðin hérna að ríkisstjórnin er búin að setja það mál á dagskrá og við bara gerum eins og hún segir og efnum nú til umræðu Evrópusambandið. Hingað eru komnir 2 fyrrverandi þingmenn. Það er Helgi Hrafn Gunnarsson sem er í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og Ögmundur Jónasson sem stóð að stofnun vinstra megin við ESB, andstæðingar Evrópusambandsins. Ögmundur, af hverju vill ekki fara í Evrópusambandið? Ég er mikill Evrópusinni í þeim skilningi að ég vil mikið og gott samstarf við Evrópuríki og við þess vegna Evrópusambandið, en ég vil ekki láta innlima Ísland í sambandið og það eru margar ástæður til þess. Og ég hef verið að velta því fyrir mig hvað það er sem ætti að vaka fyrir okkur. Jú, menn nefna ýmsa þætti, menn nefna öryggisþáttin, menn nefna kannski helst að okkur sé betur borgið við borðið, að við getum haft áhrif á ákvarðanir sem teknar eru á vettvangi Evrópusambandsins og hafa tvímælalaust áhrif inn í Íslands samfélag sem það gera. Ég er hins vegar svona samkvæmt því sem að ég sé núna vera að gerast, þar sem áhrif smáríkja fara dvínandi, þar sem stemt að evrópsku stórríki, það allir sem tala í þá veru, maður þarf ekki annað en að hlusta á heiðursgest hjá Viðreisn á síðasta landsfundi þeirra, Guy Verhofstadt heitir hann, það er formaður í European Movement International, sem eru heildarsamtök sem að þið er aðildað, Evrópuhreyfingin hér á landi, og hann talaði fyrir þessu, bara stórríki og að við þurfum, við sem sagt Evrópumenn þurfum við að láta það sig kveða á sviði varnarmála og svo framvegis. Þróunin er öll í þá átt sem að ég felli mig ekki við. Þannig að ég tel reyndar að það hafi aldrei verið vitlausara fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið en núna. En mér finnst ágætt að fá þessa kosningu það, bæði vegna þess að það er lýðræðið eitt sem á að kveða upp og hvert við höldum. En síðan er líka hitt að ríkisstjórnin er að skuldbinda okkur í sífellt ríkari mæli á sviði utanríkismála, fiskveiðistjórnunarmála og svo framvegis, utan allra samninga, án þess að spyrja kongni prest. Þetta hafa þeir verið duglegar að gera, atvinnumálaráðherrann og utanríkisráðherrann náttúrulega sérstaklega. Herðu, það er ekki ágreiningur hér við borðið að eigi að kjósa, þannig að við getum sleppt í. Þannig að eftir situr bara hvort Evrópusambandið sé vænt kostur fyrir Ísland. Ögmundur lýsir þessu að Evrópusambandið sé á leiðinni í að verða stórríki. Sko, það er búið að tala svona frá því að Evrópa byrjaði að starfa saman yfir höfuð eftir seinni heimsstyrjöld og ennþá er þetta ekki orðið að þessu stórríki. Aftur á móti er samstarf Evrópuþjóðana í Evrópusambandinu afskaplega náið, en Evrópusambandið er líka sérstök stofnun. Hún er ekki eins og nein önnur stofnun. Hún er ekki eins og Þýskaland, hún er ekki sambandsríki eins og Bandaríkin eða Rússland eða neitt annað. Hún er algjörlega sui generis, eins og það heitir á latínu, sem þýðir sinnar eigin tegundar. Þannig að leið og við erum farin að kalla Evrópusambandið eitthvað sem að við vitum að aðrir hlutir eru, þá erum við strax komin svo litið á hálfan ís þegar kemur að því að skilja hvað við erum að tala um. Það sem Evrópusambandið er samstarfsverkefni og hagsmunabandalag frjálslyndra lýðræðis ríkja. Ástæðan fyrir því að það er yfir höfuð til og að forrennarar þess voru til var svo að það voru hérna 2 heimsstyrjaldir og þetta bara stríðsbrölt í sögu Evrópu eins lengi og ritar heimildir ná. En Evrópa er samt smekkfull af minni ríkjum, litlum ríkjum og meðalstórum ríkjum sem vilja vera sjálfstæðar þjóðir og vilja vera frjálslynd lýðræðisríki. Vandinn verandi sá hvernig ætla þessi smáríki, eins og til dæmis Ísland, að ná árangri eins og ef þau væru stórríki án þess að verða stórríki. Og svarið við því er Evrópusambandið. Hvernig við getum áfram verið frjálslynd lýðræðisríki, pínurítið og samt með samtakamátt Evrópusambandsins
án þess að vera stórríki. Og sko mér finnst best að líka Evrópusambandinu og eðli þess við eitthvað eins og stéttarfélag eða samtök atvinnurekenda. Þú segir sko vinnumaður, hann vil kannski semja við yfirmann sinn og fær bara blátt nei, þú fær ekki hærri laun og getur eitt síns liðs gert afskaplega lítið og varla neitt. Þess vegna eru jú yfirmenn til dæmis í Bandaríkjunum svo óskaplega hræddir við stéttarfélög. Það vegna þess að þá geta frjálsir einstaklingar með sameiginlega hagsmuni lagt í púkk og barist saman fyrir sínum sameiginlega hagsmunum vegna þess að þau eru í sömu stöðu. Það styrkir launþegann. Stéttarfélag veikir ekki sjálfstæði eða frelsi launþegans. Það styrkir hann. Saman með samtök atvinnurekenda. Þeir eru ekkert neyddir í samtök atvinnulífsins. Þau eru þarna vegna þess að þau fá samtakamátt sem þau hafa ekki vegna þess að þau vilja vera lítil. Þau vilja vera dreifð. Og það staðan með frjálslynd lýðræðisríki í Evrópu og þess vegna Evrópusambandið til. Það eru þvert á móti að þá þetta tæki til þess að halda sjálfstæði okkar og að verja okkar gildi eins og sagtir. Já, sko Helgi Hrafn segir að menn hafi talað svona eins og ég geri frá því að Evrópusambandið var til og síðasta áratugnum, fyrst með stál- og kolvarbandalaginu og síðar þróast úr bandalagi yfir í samband með Maastricht-sáttmálanum. Staðreyndin er náttúrulega svo að Evrópusambandið hefur verið að taka mjög miklum breytingum í tímans rás og þróast í þá átt sem að ég er að lýsa í átt að sambandsríki þar sem að þegnarnir hafa passa, sameiginlegan passa, ökuskírteini, ríkisfang og síðan stefnir í að hafa sameiginlegan her að því stefnt, það þegar orðið herráð og við sjáum þegar hermenn sem að eru í einkennisbúningum Evrópusambandsins og allir eru að tala í þessa veru. Þannig að Evrópusambandið hefur að taka mjög miklum breytingum í átt að miðstýrðu sambandsríki og núna þessa dagana, það er athyglisvert, þá er að koma saman, það var boðað til fundar af frumkvæði Þjóðverja, 6 stærstu ríkin innan Evrópusambandsins, það er að segja Spánn, það er Ítalía, auk Þýskalands, Frakkland, Holland og Holland, fekk það ekki verið? Jú, Holland með 6 stærstu ríkin, það sem verið að tala 2 þrepa ákvarðanatöku að í stórum málum þá taki 6 ríki ákvörðun fyrir hönd allra og þetta er þróun sem að hefur verið að eiga sér stað jafnt og þétt í Lissabon-sáttmálanum sem að var gerður 2007 og endanlega samþykktu 2009 að þar er tekið út á einum 40 málefnasviðum neitunarvald einstakra aðildarríkja. Það var fyrir hendi og núna var það fært yfir í fyrirkomulag þar sem í ráðherraráðinu þurfti meirihluta og að auki 65% íbúa að baki. Þetta var á einum 40 málefnasviðum. Núna segja menn að þetta sé ekki nóg og það þurfa að færa ákvarðanataka geti verið of sein og við vitum það að það hafa ýmis ríki verið að þvælast fyrir sem þeim finnst, Ungverjaland og svo framvís. Já, Pólland var eitt ríkjana sem er þarna inn í þessari púli. Þannig að sko ef við horfum á hvað hefur að gerast í heiminum þá hefur það átt sér stað frá miðjum 10. áratugnum að alþjóðlegir samningar sem að áður voru fyrst og fremst tollasamningar hafa verið samningar sem að ná inn í samfélögin, tegja sig inn í samfélögin. Þetta hefur verið að gerast með innan Evrópusambandsins, þjónustutilskipunum upp á aldamótum og svo framvegis og á vettvangi alþjóðaviðskiptastofnunar. Við í samningunum á vettvangi alþjóðaviðskiptastofnunar sátu Ísland, hafi Ísland setið, við höfum þar sæti. Evrópusambandsríkin 27 eru með 1 fulltrúa í þessum viðræðum, semja fyrir hönd allra hinna og í slíkum samningum værum við úti, við myndum vera úti. Í samningum fiskveiði við fáum að sittast við eitt borð og missum við aðkoma við erum að afsala okkur þessum fræga stól við borðið og eins er það náttúrulega í sjávarútvegsmálum að við varum ekki að semja makrílinn, þetta var gert á vettvangi Evrópusambandsins. Við varum að setja sjávarauðlindina frá okkur líka og við erum að tefla frá okkur áhrifum inn í okkar samfélag. Það sem að mér hefur þótt vera
slæm þróun líka hjá í samlínum við Evrópska efnahagsvæði að hann hefur verið of mikið að mínum dómi á kostnað lýðræðis. Með þessari þróun þar sem þú markaðsvæðir samfélögin og setur sífellt ríkari kröfur í þá veru, að þá höfum við síður tækifæri til að bregðast við lýðræðislegum vilja innanlands. Ég ætla að taka sem dæmi. Þegar ég var ráðherra samgöngumála, þá vildi ég taka flutninga kynnisferða sem einokunar fyrirtæki nánast og einokunar stöðun nánast og auka veg almenningssamgangna á Suðurnesjum, tengja þær þessum flutningum þannig að þær myndu hagnast á þessu. Þetta var kært til ESA og mér settur brúði fæti fyrir þetta. Eins var það með sjóflutningana, strandsiglingar. Það var kært til ESA og vegna þess að þetta þótti ganga gegn svona markaðshyggju og markaðsáttmála Evrópusambandsins. ESB stendur vörð hagsmuni öðvöldsins en ekki almennings. Já, og það finnst mér og í sífellt ríkari mæli og þá kemur að því hvað vil ég þá? Ég hefði viljað þróun sem að sífellt fleiri ríki eru að horfa til í þá veru að samstarf milli ríkja í viðskiptum felist í tollapólitík og margvíslegri samhæfingu sem hægt að ná í gegn eins og við reyndum og gerðum á vettvangi EFTA þegar það var og hét. En segðum okkur hins vegar frá þessum miðstýrða valdi hvernig við eigum að skipuleggja okkar samfélag og ég held að framtíðin verði miklu fremur í þessa veru og ég vil horfa til hennar alls ekki fara að læsa mig inn í þessu búri sem Evrópusambandið og gerir ekkert annað en að þrengja að okkur. Helgi, við komumst ekki að borðinu heldur okkur ítt frá borðinu. Þetta bara ekki rétt. Þetta bara einfaldlega ekki rétt. Með því að ganga inn í Evrópusambandið þá fyrst komumst við að borðinu. Ég ætla að nefna til dæmis, það er stundum talað... Þannig að bara við einu borðinu, við missum öll hinn borðin. Nei, við erum nokkur borðum reyndar, eiginlega aðeins of mörgum með eitthvað. Þannig að eitt við Evrópusambandið að þetta tiltölulega flókin stofnun stjórnskipunarlega. Það er European Council og Council of the European Union og alls konar svona sem skrítið og erfitt að átta sig á fyrir kannski hinn almenna borgara sem hefur ekki sérlega áhuga á þessu. Það eru 2 svona eiginlegir stjórnarskrársamningar, ekki einn eins og maður vanur af stjórnarskrá í þjóðríki og ástæðan fyrir því vegna þess í fyrsta lagi að þetta ekki þjóðríki og þar af leiðandi ekki heldur stórríki og þar af leiðandi heldur ekki sambandsríki. Það það ekki og að mínu mati ómegnugt að þróast í þá átt. En ég skil alveg fólki líði þannig vegna þess að við höfum aldrei séð stofnun eins og Evrópusambandið tala með þá í þessa veru að sé... Sumir náttúrulega þetta til fólk í heiminu sem þeirra skoðunar. Ég ekki þeirra skoðunar, Evrópuhreyfingin ekki þeirra skoðunar að Evrópusambandið ætti að þróast út í eitthvað þjóðríki eða sambandsríki. Enda hef ég enga trú á því að það sé mögulegt. Og ég vil líka bara minna á það að sumir sem hafa talað fyrir þessu, þeim hefur mistekist það ætlunarverk. Það hefur ekki verið. Nei. Heyrðu, Ögmundur, skal gera við samning. Já. Þú færði ákveða þínu skoðanir og ég fæði ákveða mínar. Er það sanngjarnt? Nei, já, þá skal þú halda þig við það. Þú byrjaði þína ræðu á því að segja að það sem ég var að segja var ekki rétt. Nei, ég í stjórn Evrópuhreyfingarinnar. Ég vil bara halda til haga mínu við skoðunum. Ég var bara að vitna í orð hans formans ykkar samtaka á fundi Viðreisnar. Hann ekki formar okkar samtaka. Nei, hann það bara ekki neitt. The European Movement International sem þegið aðild að, sem eru þessi Evrópusamtök og tala í nafni þessara samtaka sem þið aðild að. Þið voru að gangast við þeim skoðunum sem settar eru fram á eitthvað vegum. Ég ræði mínum skoðunum, Evrópuhreyfingin ákveður sjálf hvaða skoðun hún hefur. Hún hefur ekki þá skoðun að Evrópusambandið eigi eða muni verða stórríki og þá það bara afgreitt. Við bara ráðum þessu og ef við erum ósammála einhverjum sem að við erum í samstarfi með í Evrópu þá það bara þannig. Það náttúrulega má, sjáðu til, vera ósammála í Evrópu og í frjálslyndum lýðræðisríkjum almennt. Okkur ber engin skylda til þess að taka við einhverjum skoðunum frá þeim sem við erum í samstarfi við. En eftir þessum áður þessi sjónarmið á lofti í Evrópu það hvert Evrópusambandi muni þróast. Alltaf. Og líka alveg þveru átt að Evrópusambandi muni raunverulega veikjast að völd sem hafa verið færð til Brussel verið færð aftur til þjóðríkjanna. Það alls konar sjónarmið í gangi. Þetta er bara veruleikin sem að þróast í þessa átt. Þetta er veruleikin. Það verður að taka ákvarðanir þetta núna þessa dagana. Fundirnir eiga sér stað núna. Tökum þá bara
það sem að dæmi sem að Ögmundur tekur að það núna ekki þetta 6 ríki tekið ákvarðanir sem áður þurfti. Það ekki búið að ákveða þetta en þetta í farvatninu. Mér langar svo að klára punktin áður en að við lettum hérna í smá kýting. Sko, Evrópusambandið ekki, það ekki einhver ein manneskja í Brussel sem ákveður hvað Evrópusambandið gerir. Það engin stofnun í heiminum þar sem jafn mikið af ferlum og leiðum til þess að koma í veg fyrir hluti eða beina þeim í einhvern víðari farveg. Það vegna þess að Evrópusambandinu til þess að geta haldið þessu samstarfi, það þarf ofboðslega mikið lögmæti, það þarf mikið samráð við margar þjóðir og marga aðila til þess að ná sínu fram. Það ekkert hægt að bara íta hverju sem þannig gegn. En það sermaðalað á þingi að best unna löggjöfin sem að ég sá nokkur tíman á Alþingi Íslendinga var löggjöf sem kom í gegnum EES-samstarfið og það ekkert vegna þess að það einhvern veginn gáfaðara, heldur vegna þess að þetta löggjöf sem búin að fara í gegnum svo mikið ferlið nú þegar að þegar það komið hingað loksins, þá var það eftir alla umræðina, eftir öll sértilvikin, eftir að það búið að passa það passið við skóana í Finnlandi og eyðimerkurinn á Spáni. Og allir sérhagsmunni búin að segja sitt, eða ekki? Og hafa áhrif á þetta? Mínur þínir líka við viljum, skilur, bara hagsmuna aðilar mest fjármagn á baku sig hafi mest áhrif. Það þínúrð. En hvaða löggjöf er það að tala um? Ekki þetta að tala um raforkumálin, raforkutilskipunennar? Ég man ekki hvaða máta var sem ég var að hugsa. Þetta var eitthvað hérna í efnahags- og viðskiptanefnd. Það var mjög stórt og flókið. Ég hugsaði með mér, ég las þetta mál á þeim tíma og ég hugsaði með mér, það óhugsandi að ríkisstjórn Íslands myndi búa til svona fágað mál. En við getum kóperað lög frá öðrum og höfum örugglega gert það, hellinga dönsku lögum sem við tókum bara í gegna því að við höfðum ekki getuna til þess að undirbúa þau. Já, áhafur pæling en hún ekki raunhæf. En hver munurinn? Munurinn sá að Við fáum þetta bara frá EES, áður tókum þetta frá Danmörku vegna þess að við fundum til vannmáttar og tókum lögum lyfjaeftirlit meira og minna frá Danmörku eða Svíþjóð. Við tökum þetta frá af hverju myndum við ekki bara gera það í gegnum EES? Af hverju myndum við ekki bara vera í EES frekar en að gera það með þessu brölti og einhvern óformlegur leiðum þegar það til formlegar og góða leiðir sem að virka meðan í mann bara fjári vel. En ég verð að svara þessu með valdaskiptingunni í Evrópusambandinu. Þeir eru strax komnir hérna í auðvaldið og það sé vera skipanir og ofan og ég að vera að móta mér skoðanir eða ég og mitt félag eftir því með vinstri frá útlendingum finnst og það bara ekki þannig. Í Evrópusambandinu Evrópuþing. Það lýðræðislega kjörið af borgurum Evrópusambandsins. Það meira sér hámark þingmanna per land og lágmark þingmanna per land. Þess vegna til dæmis Þýskaland með 96 þingmenn af 720 en ekki 133 eins og það væri með eða þetta væri alveg hlutfallslegt. Við hlutfallslega væri með svona hálfan það bil. Með við fólksfjölda ef við fengjum 6, þannig að það lágmarkið. Þannig að íslenskur kjósandi þið valdamesti kjósandinn í öllu Evrópusambandinu ef okkur myndi auðnast svo lukka að ganga þarna inn. Og það Evrópuþingið sem þarf að samþykkja lög. Jafnvel þótt að leiðtogaráðið og ráðherraráðið að þau geti lagt alls konar fram og sagt alls konar hluti og tekið hendurna þessum og svo framvegis, þá það samt Evrópuþingi sem ræður og það eru borgarar Evrópu sem ráða Evrópuþinginu. Það þannig, þetta lýðræðislegt fyrirkomulag, það valddreifing, það mótvægi og aðhald við hvert einasta skref og ef eitthvað þá hefur frekar við gagnrýnt í Evrópusambandinu hvað það erfitt að koma hlutunum í gegn. Frekar einmitt að það að einhver geti fengið góða hugmynd og bara trukka henni í gegn á viljanum einum saman. Það ekki þannig. Það nú ráðherraráðið sem að ræður og framkvæmdastjórnin hefur gríðarleg áhrif líka, var nú að dæma mann til útlegðar sjakkbát fyrir að hafa rangar skoðanir, býr í Brussel og fær ekki að nota vísakortið sitt. Hann skrifaði gagnrýni á aðkomu NATO að Úkraínustríðinu og fær ekki að segja það. Hann einn af mörgum sem að sætir þessu hlutskipti. Þetta nú svona einn andlegur. En málið náttúrulega þetta að mínum dómi að stóru ákvarðanir eru teknar í ráðherraráðinu. Þar eftir þessa breytingar sem ég vísaði til með Lissabonsamningnum, þá eru áhrif þegar þú búin að rekna inn þessa 65% reglu íbúafjölda baki, þá okkar áhrifamáttur þar það 0,08%, eitthvað svoleiðis. Ég tala nú af svolítið reynslu í þessum málum. Ég hef verið starfandi á Evrópuvettvangi, meðal annars átt sæti í framkvæmdastjórn Evrópusamtaka verkalýðsfélaga, bæði á almennu markaði og hjá hinu opinbera í yfir 20 ár, þar sem við tókum þátt í umræðu þjónustutilskipunar líka, raforkumálin og svo framvegis.
Og ég svona hef nú ekki orðið var við allt þetta lýðræði sem að Helgi lýsir og ég tek sem dæmi til dæmis GATT-samningana sem eru mjög afgerandi og örlagaríkir fyrir allar það þjóðir sem undirgangast þær þá samninga að því að þeir ná inn í samfélagin, gera gröfu markaðsvæðingu samfélagana að það fór allt fram með mikilli lind og mjög miðstýrt og ég man eftir því að þegar að Guardian upplýsti það 2002 að Evrópusambandið væri að gera kröfu í samningum við Kanada að einkavæða vatnið, drykkjavatnið, gera samkomulag einkavæðing á því að þá var mikið upp í fótur og fitt og málið var stoppað loksins þegar komst fyrir sjónir almennings. Sko, Evrópusambandið eins og ég hef fylgst með því, eða þykist sjá í því, er að það byrjar þessi hugsun við viljum ekki stríð og það tolla- og stálbandalagi þar sem að menn hefðu helst sem sagt haft ágreining og hagsmunir voru miklir. Menn reyna að vilja forðast stríðið en alltaf lág þetta undir að það ætti að stefna að sambandsríki. Það voru mismunandi skoðanir á því vissulega og vinstri verði bundu miklar vonir við þetta. Ég man í 73 þegar Bretarnir greiða atkvæðum eingöngu Evrópusambandið. Það var Labour sem var fylgjandi íhaldi var á móti. Síðan fer þetta smá saman að snúast við vegna þess að markaðshyggjan, hún verður ofan á í Evrópusambandinu. Hið félagslega víkur og krafan markaðsvæðingu samfélagana verður ofan á. Og þetta höfuð ástæða þess að ég leggst gegn, hef verið mjög gagnrýninn á EES-samninginn og leggst gegn, tvímælalaust gegn eingöngu við innlimun Íslands í Evrópusambandið. Það að við erum að undirgangast svona nánast heilaga ritningu markaðs samfélagsins. Það verið að kæra okkur sífellt. Ef með samningin viltu rifta honum? Ég hef alla tíð verið mjög efins EES-samningin og sérstaklega EES-samningurinn allt annað en var þegar menn sömdum hann. Vegna þess að Evrópusambandi allt annað en var. Þegar það var samið árunum 92 og 3 var á móti því. Ég sagði hins vegar alltaf, það er eitt að fara ekki inn í samning og annað að ganga út úr honum. Það erfiðara. Það bara staðreind. En ég sé það núna að ég á sífellt fleiri skoðana systkin sem að sjá heiminn á öðrum forsendum en Evrópusambandið að þróast. Sjá frekar samskipti ríkja á grundvelli tollabandalaga og síðan samvinna menningu og menntun og annað fítagi en ekki þetta miðstýrða veldi vegna þess að mér finnst að ég tel þú voru að fyrirgefa Helgi að ég tel það vera rangt mat hjá þér að halda því fram að Evrópusambandi hafi nánast ekkit breyst. Það siglir jú, þú sér að bara væri út af, já, ég skildi þið þannig, allrætt, ef það ekki, þá er það þannig. Það hefur allavega ekki spilst, eins og þú varst að halda fram. Spilst? Nei, hann mætti því. Ég skal bara lýsa mínu skoðunum þegar það kemur á mér. Það er eftir hvernig við lítum á það. Nei, ég að segja að við erum að fá ríki, eða sem sagt ríkja samfélag sem að þróast yfir í miðstýrt ríki þar sem að henni stóru ráða för. Það líka verið að stefna inn í aukna hernaðarsamvinnu. Það sífellt meira talað að nú sé þörf á stórríki og þeir tala það formaður þessara samtaka sem Íslenska Evrópuhreyfingin á aðild að. Talaði núna síðast á fundi Viðreisnar það áhuga mál sitt. Ég hlustaði á hann þar. Ég var að gera það rétt áður en komið þennan þátt. Og barði þar mikla bumbur og hann ekkert einn þetta. Þeir tala nánast öll þetta, von Leyen öll að nú sé það hernaðarsamvinna sem blífi. Sérstaklega eftir að Bandaríkin hafa tekið upp þær áherslur sem að fylgja Donald Trump. Má ég aðeins taka þetta frá því svona hvert Evrópusambandið gæti þróast, af því að sjálfum sér vitum við ekki. Og þetta getur orðið bara keppni í því að eitt spáir því að þróist illa og annar spáir því að þróist vel og þannig það bara. En má ég aðeins spyrja þig, að því að þú vilt ganga í Evrópusambandið. Hvað fáum við fyrir það, ef þú getur nefnt svona helstu atriði?
aukna þáttöku í Evrópusamstarfinu. Við fengjum aðgang til dæmis að evrunni, við fengjum aðgang að Evrópusambandinu, við fengjum sæti við borðið og getum tekið þátt í þessu ákvörðunarferli. Sko, ég held að ég viti hver hérna grundvallar ágreiningur míns og Ögmundur þetta. Það viðhorf gagnvart Þú voru að passa þig að mæla ekki hans skoðanir. Já, skulum passa það verið ekki að leggja hvorum öðrum. Jú, þú mátt alveg spá í það hvað ég að hugsa. Okay. Alveg sjálfsagt. Sko, þróunarsaga Evrópusambandsins náttúrulega ástæðan fyrir því að hún svona mörguleiti svolítið skrítin. Maður sér alveg að þetta eitthvað sem þróaðist. Það ólíklegt að einhver myndi fá eina hugmynd í dag og skrifa niður akkurat Evrópusambandið sem í dag og setja það á. Þetta eins og lífverur og ýmislegt sem þróast með tímanum. Það margt skrítið sem setur eftir. Það vegna þess að Evrópusambandið hefur þróast. Ólíkt til dæmis sambandsríkjum eins og Bandaríkjunum eða Rússlandi sem til í getum blóðabyltingu þar sem öllu fargað sem áður var og upp tekið eitthvað nýtt og frábært sem ýmist virkar eða ekki. Eða sumuleiti og ekki öðru. Það ekki þannig með Evrópusambandið. Evrópusambandið var reist úr ösku, úr rústum seinni heimsstyrjaldarinnar og öll saga þess þróunarsaga sem þýðir það, bæði hún skrítin en það þýðir líka það að það ekki verið að frumprófa allar hugmyndir sem að koma fram. Það verið að byggja á reynslu sem verður til. Svo kemur eitthvað nýtt í ljós að þetta gæti verið aðeins skárra eða aðeins betra og þá kannski farið það verkefni. Það svo postulið segir, reynið alltaf haldið því sem gott Það var ekkert alltaf augljóst að það væri góð hugmynd að taka upp evru. Það var prósess, það hluti af þróunarsögunni og ennþá ekkert óumdeilt og eðlilega ekki. En sko, ég held að grunnurinn sé, sko, við horfum okkar til markaðsvæðingar og Ögmundur tala mikið um það, svo það sé svakalegt fúkyrði sem ég skil alveg, hann komandi frá vinstri. En ég með aðeins öðruvísi sýn á þetta. Í fyrsta lagi ég svona frekar dæmigerður skandinavískur miðjukrati, kannski einu skrefi til hægri og stundum einu skrefi til vinstri, kólringlaður, allavega einhver staðar þar. Vissulega ekki einhver frjálshyggjumaður og vissulega ekki kommunisti. Ég hafði einhvers staðar á milli. Og ég lít svo á, við þurfum blandað hagkerfi. Það hefur gengið vel í Skandinavíu og á Íslandi og í þeim Evrópuríkjum sem það þannig og það þannig held ég í flestum, nema kannski þar sem það mistekst vana spillingar eitthvað þess áttar. En það samt í grunninn markaðshagkerfi sem við búum við og að mér vitandi ætlum að búa við og ég vil persónulega búa við og að börnum minn búa við og í ljósi þess þá finnst mér mikilvægt að reglurnar sem við setjum og samböndin sem við eigum við önnur ríki séu grundvöldlega á því að við ættum að hafa markaðskerfi sem virkar vel og það þýðir hluti eins og að tryggja neytendavernd, tryggja samkeppni, tryggja sanngirni milli þjóðríkja sem geta umbunað sínum aðilum með alls konar ósanngirtum hætti. Það fyrir mér gott en ég skil að einhver sem á bremsinni gagnvart svokallari markaðshyggjun ef við köllum það hvað fólk vil kalla það, að þá kannski lítur það á þessa hluti sem svona birtingarmynd þess að það sé alltaf verið að gera þetta meira og meira markaðsvætt. Ég sé þetta ekki alveg þannig. Ég sé þetta þannig, við erum við markaðshagkerfi og við viljum hafa reglur sem eru góðar og Evrópusambandið með góðar reglur til þess sem hafa þjónað okkur mjög vel vegna samstarfs. En þetta ekki bara einfallega fólk sem horfir á svo þróun og segir að í orði kveðnu segist þeir vera að verja almenning fyrir yfirgangi þeirra sem hafa aflið, sem auðvaldið til dæmis. En í reynd verið að þjóna auðvaldinu til þess að auka völd þess gagnvart almannavaldinu. Hvernig dregur það ályktun? Ögmundur. Dregur Evrópusambandið frekar taum auðvaldsins eða almannavaldsins? Það tvímælalaust auðvaldsins og markað sjónarmiða. Sko, menn að tala þetta að það séu á floti hugmyndur hvert ber að stefna með Evrópusambandið. Ég að horfa til þess sem hefur gerst og að gerast núna. Ekki einhverjar hugmyndir það, en það að gerast núna. Ég var að vísa í þróununa með Maastricht náttúrulega og síðan Lissabonsáttmálanum sem að þrengir að rétti einstakra ríkja og ég að horfa til þess núna þegar að verið að tala 2-3 ákvarðanarferli. Og vegna þess að það hitt sig og sinnlegt að bíða eftir öllum og svo framvegis. Ég að horfa til þessa. Það alveg rétt hjá Helga Hrafni að markaðshyggjan svona grunn ástæða þess að ég gagnrýninn á Evrópusambandið. Hvernig henni þröngvað upp á okkur. En hitt vegur ekki síður hræðsla mín, eða ekki hræðsla, andúð mín á miðstýringu.
og ást mín á lýðræði. Vegna þess að það eru ýmsir hlutir hér í okkar samfélagi þar sem að ég í miklu minnihluta og hef ekki náð mínum sjónarmiðum fram. En ég þó við borðið hér, hef verið við borðið hvernig við að skipuleggja okkar samfélag. Þegar að við erum komin inn í Evrópusambandið, þá er ég gengin frá þessu borði. Ég er gengin frá þessu borði og ákvarðanir eru teknar á miðstýrðan hátt og þá fer ég náttúrulega að skoða mekanisman alla hvernig þessar ákvarðanir eru teknar. En þær eru teknar í miðstýrðu kerfi. Jú, það er Evrópuþing og það er ráðherraráð og það er framkvæmdastjórn og svo framvegis. En þegar á heildinni litið, þá erum við að afsala okkur þessu valdi. Síðan má vel vera að ég verði undir hvað varðar markaðshyggjuna hér, en það geri ég þá ekki í eins miðstýrðu kerfi og myndi gerast gengjum við í Evrópusambandi. Og það er þetta er ekki bara andúð mín á markaðshyggju sem ég tel vera illa fyrir samfélagið, heldur það líka andstaða gegn miðstýringu og ást mín á lýðræðinu. Það er verið að þrengja því á allan hátt. Og lýðræðið að þá Helgi segir að við verðum að komast á borðinu til þess að hafa aðgengi að ákvörðunum sem skipta okkur máli. Þú segir að með því að fara að þessu borðu þá missum við bæði á alþjóðavettvangi líka heima ákvarðanavald yfir því sem skiptir máli í okkar lífi. Já, ég segi til dæmis að ef við ætlum að skipuleggja raforkukerfið á þann veg sem að við helst viljum. Þú mátt ekki? Nei, þá má ég það ekki. Þetta er svona að renna frá okkur og það er á ýmsum öðrum sem ég nefndi þarna dæmi úr samgöngumálum frá því að ég innflutning á... En stór hluta þessum á ekki við EES-samningsins. Innflutning á matvælum og... Já, EES-samningurinn það er á rétt og í vaxandi mæli. Hins vegar veitir hann ákveði svigrúm og eitt af því sem að núverandi ríkisstjórn að gera vill þrengja þetta svigrúm líka og það er deilan bókun 35. Hún vill þrengja þetta svigrúm, þessi landamæri milli dómsvalds í dómapraksis í Evrópu og hér hins vegar, hún vill færa úrskurðavaldið út til Brussel. Aftur þarna er ég því ósammála. Þannig að þetta snýst lýðræði á Íslandi. Þetta er ekki bara markaðshyggja. Það er kjósið að hlusta á okkur. Það var ekkert ósakett að hvetja viðkomandi til þess að hugsa þessa lýðræðisgátu með þessum hætti. Þú segir að úr því að við erum í EES-samningnum, sem þú ert ekkert að segja við eigum að fara úr, að þá sé betra að við séum við borðið til þess að taka ákvarðanir. Ögmundur segir að með því að fara að borðinu þá fórnum við ýmsu öðru að þá missum við ákvarðanir til Brussel sem við gátum áður tekið heima og í samband með alþjóða samskiptum. En hvað ákvarðanir missum við að ganga í ESB? Til dæmis ég að tala samningana við GATS, alþjóða samningar. Ég nefndi það sem dæmi. Sko, heldur þú að við höfum komið veg fyrir raforkutilskipun ESB ef við höfum verið í Evrópusambandinu? Vonandi ekki. Vonandi ekki. Vonandi ekki. Nei, ég stúdera til dæmis orkupakka á 3 bara mjög vel, algjör stormur í vatnsglasi, það er engin teljandi áhrif á Íslandi. Ég hafði alltaf grunum það að þið hefðu aldrei lesið þetta. Ég fylgdist með þessari umræðu á þingi, ég hlustaði á ykkur á þingi og ég hef grunum það að þið hefðu aldrei lesið þetta. Já, ég las þetta og mjög vel, kynnti mér þetta mjög vel, ég hlustaði á mjög marga, en sko ég kannast ekki við þetta að bókun 35 flytji neitt vald til Evrópu. Það er ekki hvernig hún virkar í fyrsta lagi, afgreiða þar og svo kannast ég ekki við þessa miðstýringu. Býtu afgreiða það? Þú kannast ekki við það. Ég er með bókun 35. Ætlar að lesa hana fyrir okkur? Á að gera það? Já. Ég skal gera það. Bókun 35 er svona. Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmdar og annarra settra laga skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja ef þörf krefur, það þarf að úrskurða það, laga ákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. Þetta er gamla bókunin. Já. Þau vilja setja inn í 4. grein lagana eftirfarandi: ef skýrt og óskilyrt laga ákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu laga ákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Finnst þér þetta merkileg setning?
Já, minnstu merkileg setning. Já, sama á við skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum ef þau eru ósamrýmanleg öðrum stjórnvaldsfyrirmælum. Á ég segir akkur, ég held að þetta sé merkileg setning. Já, svo skal ég segja þér akkur mér finnst merkileg. Byrja þú. Ok, það er vegna þess að hún er auðlesin sem þannig að þarna sé verið að tala lög og reglur sem eru settar annars staðar en á íslenska alþingi. Þegar það er grundvallar misskilningurinn. Það eru til 2 tegundir af lögum svona í grófum dráttum, almennlög og sérlög. Þegar þau stangast á, þá þurfa dómstólar að meta hvort að meikar meira sens að gildi. Augljóslega sérlögin. Í því tilfelli það augljóst. Hver myndi vilja að lög mat almennt myndi ganga framar lögum hambúrgara sérstaklega. Það bara meikar ekki sens. Og það sem hérna verið að gera, er það að vera að setja EES-reglunar þarna á milli. Þannig að það er, sko, þegar það er ágreiningur á milli almennra laga ekki sérlega, heldur almennra laga og EES-regluna, að þá gildi íslensku lögin samþykkt af Íslendingum á íslenska alþinginu, kosnum af íslenskum kjósundum, hærra heldur en þessi almennu lög sem sama löggjafarvald setti. Og í ofanalag þá þarna sérstök klausa sem segir nema ef alþingi vill að það gangi framar EES-lögum, þá getur alþingi að sjálfsögðu alveg gert það. Þetta er lagatæknilegt smáatriði sem enginn hefði áhuga á nema vegna þess að það er svo miskilið. Þetta færir ekkert vald úr landi, ekki neitt. Nú ætla ég að ráðleggja þér að gera eitt. Að taka greinargerð ríkisstjórnarinnar með þessu frumvarpi sínu og lesa hana. Ég las hana. Já, þú lesið hana. Já. Og þá er allt annað skilningur en þú ert að lýsa hérna. Nei. Jú, allt annað skilningur. Vegna þess að þetta er sett inn að mínum dómi þegar að bókun 35 er færð inn í lög. Menn vildi ekki færa hann inn í lög á sínu tíma vegna þess að hún þótti stríða gegn stjórnarskrá Íslands sem að segir að löggjafarvaldi sé á Íslandi. Þetta vil ég núna færa inn í lögin en til að komast hjá því að það stríði gegn stjórnarskrá landsins þá hafa þeir þessa setningu nema alþingi hafi mælt fyrir annað. Í greinargerðinni segir síðan já, alþingi getur mælt fyrir annað. Alþingi getur ákveðið að ganga út úr EES-samningnum eða setja þessu lög en má það? Nei. Það því brot á samningnum og Íslendingar eru kærðir og að borga sektir. Þannig að þetta er málamyndagerningur til að komast fram hjá stjórnarskrár ákvæðum landsins. Það er það sem þetta er að mínum dómi og það er það sem að sagt er í greinargerðinni. Þannig að þú ert að lesa aftur. Nei, ég nefnilega man þennan punkt sérstaklega vel í greinargerðinni. Það sem að var ekki hægt að gera á þeim tíma og er ekki hægt að gera í dag, að mati held ég allra, er að setja lög á Íslandi sem eru vísun í lög erlend sem geta breyst. Þá væri búið að uppfæra lög og setja lög á Íslandi án þess að væri nein aðkoma alþingi Íslendinga að því. Það er ekki hægt. Það er það sem að Evrópusambandsríkin gera. ESB er réttur á sem sagt, hann á að ganga nema alþingi hafi mælt fyrir annað. Sko, EES-rétturinn á Íslandi er samkvæmt íslenskum lögum. Já, nema alþingi hafi mælt fyrir annað, hafi rétt til að gera það. Í greinargerðinni segir að alþingi væri þar með að brjóta EES-samkomulagið og myndi hljóta sekt. Er það ekki málamynda? Er þetta ekki til málamynda? Nei, sko, við samþyktum EES. Við viljum vera í EES. Þetta er skrifað með hliðsjón af því að við viljum vera í EES og við viljum ekki brjóta þeir sem að margir sem að voru samþykkir bókun 35 vildu einmitt vera í EES. Þeir voru að semja með EES. Já, vildu fara eitthvað tilgangslust málaferli sem að enginn getur útskýrt fyrir mér hvað við ættum að græða. Vítu, hvað er þetta að tala um? Sko, hér segir þetta skýrum stöfum að alþingi geti mælt fyrir annað. Og síðan í greinargerð með sama þingmáli segir að ef það sé gert þá sé það brot á samningnum og Íslendinga verið sektaðir fyrir. Sko, máli er það. Ef alþingi samþykkir almenn lög og setur svo í 94. grein, þessi lög eru æðri reglum EES-samningsins. Þá bara gildir það. Hann getur það. En þú segir að það myndi vera túlkað sem brot á samningnum. Þeir segja það sjálfur. Það gæti alveg verið það. Sko, en ástæðan fyrir þessu. Bókun 35 í fyrsta lagi, hún var samþykkt 93, þá strax. Og hún er nú þegar í lögum Evrópska efnahagssambandið. Hún var talin duga til þess að ná fram sömu áhrifum og þessu frumvarpi er ætlað að ná. Það er að segja að EES-reglur
fyrir dómi séu túlkar þannig að þær séu eðri almennum lögum vegna þess að það meikar sens. Punkturinn með EES-reglunum að samræma regluverkið til þess að hafa þetta stóra markasvæði þrátt fyrir sjálfstæði ríkjana. Það heili punkturinn. Það bara meikar ekki sens það meikar ekki sens sem óþolandi, það meikar ekki sens að láta þessar reglur gilda lægra heldur en almenn lög. Það sem síðan gerist það að það falla nokkri dómar sem ég man ekki í augnablikinu þar sem að sumir dómar eru þannig að dómarinn lítur á lögum EES og segir, heyrðu, ok, hérna ágreiningur á milli almennara laga og EES-regluna, laga, íslenskra laga á grundvelli EES-samstarfsins og það meikar ekki sens að almennu lögin gildi framar þannig að við dæmum samkvæmt EES-reglunum. Síðan eru aðrir dómar sem að gera þeir öfuga ástæðan svo að ákvæði sem í lögum og hefur verið í lögum samkvæmt bókun 35 frá árinu 1993 það sem á lagafræðilegu máli heitir óskýrt. Þetta ákvæði til þess eins að skýra það ákvæði til þess að losna við þetta ósamræmi í dómum. Ég tala fullkomlega hundleiðilegan lagatæknilegan hlut. Þetta máli ekkert meira en það. Nei, þetta er ekkert leiðinlegt og á ekkert að vera leiðinlegt að rýna í þetta. Staðreyndin svo að EES-samningurinn, hann hefur að þróast. Evrópusambandið hefur að þróast, allt umhverfið hefur að þróast. Og menn hafa deilt það, hvað eigi að heyra undir. Þess vegna vil Helgi Hrafn vera við borðið til að taka þátt í þeirri þróun. Bara meira samstarf, minnst það gott samstarf, við að ganga í slangi Við erum að verða vitni hvernig farið er við okkur við borðið. Eða eigum að fara að rifja upp deilurnar núna nýjar játblendi tollana. Ég var að gera það. Vel að minnst, ég var að tala um bót. Nei, það sem ég er að segja þetta, að samningurinn þróast, samfélögin þróast, hið gráa svæði, það til staðar og spurningin ætlar það afsalast þér úrskurðarvaldi hvar landamærin liggja, alfarið til Evrópu. Ætlar að gera það eða ætlar ekki að gera það. Ég get tekið dæmi þetta, til dæmis heimildir okkar, það var reynt á það í minni tíð sem innanríkisráðherra, heimildir okkar til að setja skorður við erlendu eignarhaldi EES-þegna á landi, á Íslandi. Ég vildi láta reyna á þetta, hvort að þetta stæðist eða ekki. Þarna til dæmis dæmi grátt svæði, þar sem við erum ekki sammála. Danir komast upp með að hafa svona sína reglur í þessu. Já, við ætluðum að ganga ennþá lengra og við ætluðum líka að virða stjórnarskrá Íslands í 72. grein stjórnarskrá Íslands segir að við höfum heimil til þess að takmarka eignarhald erlendra manna á landi hérna. Það stjórnarskráin. Og þetta reyndar hlutur sem hefur verið umdeildur í Evrópu í seinni tíð. Bæði stjórnlaga dómstóllinn þýski og frakkar hafa verið ósáttir við það að Evrópusambandið valti yfir stjórnarskrár þessara ríkja. En hann gerir það. Og ef við færum inn í Evrópusambandið, þá þyrftum við ekki að ræða þetta með stjórnarskrána. Það var ekki til umræðu. Það var bara valta, það bara staðreynd. Það er fjöldin allir á dómum sem að... Þessi lýðræðisvít eitthvað sem kjósendur hér ættu sannarlega að velta fyrir sér. Hvernig við höfum aðgengi að meira lýðræði eða hvort við missum lýðræði og þeir eru ósammála það. Þú nefndir Anna sem var evran. Má bjóðar hana ámyndur? Menn halda með evrunni, með evruna fengjum við ekki með aðelda Evrópusambandinu, ekki satt. Og ég vil ekki fórna einhverjum hugsanlegum ávinningi af evrusamstarfi fyrir þann lýðræðismissi sem við erum fyrir og ég hef ákveðnar efasemdir evruna líka. En látum það vera. Það sem að ég held að menn séu ofta að gera í umræðu gjaldmiðilinn er að binda of mikið við hann vegna þess að efnahags ástandið mismunandi í mismunandi hlutum Evrópu. Það ekki sama hvar þú ert og eins það með húsnæðismálin, menn tala húsnæðismál og auðkeypt húsnæði í Evrópu. Ég velti því stundum fyrir mér, hafa menn aldrei komið inn í slömm evrópskara stórborga, sko. Ég meina þetta ekki, svona alhæfingar duga ekkert. Það gera það bara ekki. Og þannig að evra, nei, hún freistar minn ekki.
Sko, hún náttúrulega, ég var að bíða eftir að hann notaði orðið galdralaust, þannig að það verðist engin trú á því að evran sé galdralaust eða aðild að Evrópusambandinu, en andstæðingar gjarnan tala það að við aðildarsinnar séum að tala um einhverjar galdralausnir. Evran alls ekki galdralaust. Ég einhvern veginn hef svo mikla trú á íslenskum kjósendum að þeir geti alveg hugsað og kynnt sér og kosið hluti þóttir séu ekki galdralausnir, þótt að þeir gerist ekki strax á morgun. Að íslenska kjósendur geti alveg hugsað til lengri tíma og kynnt sér við það mikil mál. Allavega þeir fá svigrúm til þess fyrir þækningum sem fær að flakka ljósvakana þessa dagana. En sko, evran, ég hygg að heildaráhrifin yrðu góð, því er ekkert ókeypis. Við getum alveg tekið eitthvað fullorðið samtal það að það eru kostir og gallar við að vera með sameiginlega gjaldmiðil. Að mínum dómi eru kostinir yfir þyrmandi betri eða meiri, en fyrir mér snýst að Evrópusambandinu alls ekkert fyrst og fremst evruna, bara alls ekki. Fyrir mér snýst þetta það að við höfum betra samfélag vegna þess að við höfum aðlagað okkar regluverk, og þá á ég við regluverk eins og stjórnarskrá lýðveldisins, eins og tjáningafrelsi og réttarríkið og þrískiptingu valdsins. Við höfum aðlagað okkur að góðri þekkingu sem hefur myndast í Evrópu í gegnum hluti sem mannréttindasáttmála Evrópu, sem ég veit að Ögmundur er ekkert á móti, og með aðlugun að alls konar alþjóða samstarfi sem að okkur hefur hagnast. Þú nefndir hana, þú nefndir sko stólið við borðið og evrun nr. 2. Ég skil. Það er svona vil ég fara inn í Evrópusambandið, vegna þess að ég tel það best fyrir Ísland að vera sem mest með í þessu samstarfi. Það hefði nú ekki verið það í hruninu, sko. Hrunið verið mjög flókið í samhengi við Evrópusambandið. Það vissuleyti bjargaði okkar gjaldmiðill, þessi mikla gengisfelling sem þar var, við sluppum við fjölda atvinnuleysi, vegna þess að kaupmáttur þjóðarinnar allrar var rýrður verulega. 50% eða hvað það nú var, en hitt hefði verið fjöldaatvinnuleysi. Já, sko, ef við tekið evrun akkurat þá, en ef við getum haldið svona áfram endalaust, ef við hefðum verið með evrun á 2003, þá hefði bónusinn ekki verið svo stór. Við vel út úr hruninu, við fórum jafnt illa út úr því og Írar, en hefur ekki Írum bara gengið betur en okkur? Við fórum illa út úr hruninu fyrst og fremst út af hömlulausu lánafyllirí frá 2003 til 2007. Eftir einkavæðingu. Ég er bara að tala um endurreisnin á Íslandi að Írum hefur verið að gengið betur en okkur. Það er svo margt sem kemur til. Ég var að horfa til atvinnuleysis. Við sluppum við fjölda atvinnuleysi sem að er eitt af versta sem að hendir nokkra þjóð, að fólk verði gert algjörlega ósjálfbjarga. Við fórum í mikinn niðurskurð, við reyndum að stýra honum inn í svona skammtíma fjárfestingar, að vera grimmari þar við vegagerðina en Landspítalann, skvárum hins vegar allt og mikið niður þar líka. Við fengum ferðamannabóluna og Eyjafjallajökull. Fengum síðan Ég veit ekki hvort að Eyjafjallajökull er í Evrópusambandinu. Jó, fór það. Nei, það var okkur til björgunar. Nei, mér finnst sko þróunin núna líka í Evrópu vera svolítið mér finnst hún svolítið óhugnanleg. Hingað mætir yfirhershöfðingi þýska hersins. Hann er gallað með allan medalíurnar á bringunni. Menn er að tala um hervæðingu. Kanslari Þýskaland segir, ég er ekki hræddur við stríð. Ég óttast ekki stríð. Ég skil það eru margir hræddur við stríð, en ég er það ekki lengur. Það eru komnir þýskir hermenn upp að landamenn Rússlands í Eystrasaltinu. 500 og verða 5.000 innan skams. Eitt af því sem að menn gerðu eftir seinna stríði, það var að útiloka Þjóðverja út úr uppbyggingu hersins. Nú er það þýski herinn sem að bólnar mest út og menn er að tala um sameiginlegan her. Og hvað er langt þá í herrkvaðningu Ísland, herrlaust, ég veit ekki hvað það er lengi. Menn halda alltaf að við komumst upp með allt verði klappað á kollin, litla fallega Ísland. En þegar við erum komið þann inn, þá erum við ekki söm og við áður vorum. Ég hef stundum sagt á sögu að ég kom inn sinna á búgarð sem er með hestabúgarð. Það getur vel verið, ég hef sagt hann áður við þetta borð. En það var þannig að það voru Íslendingur sem tók á móti, ungur strákur sem tók á móti Þjóðverjum, greinilega milljónamæringum, miljardamæringum kannski, svona fínt klæddir á þann veg. Og þeir hneigðu sig og bugtuðu og þarna var sem sagt bóndinn kominn til að taka á móti þeim. Og ég hugsaði, ef þetta væri nú þeirra þjóðn, þeir ættu þennan búgarð og
hver yrðu samskiptin þá? Yrðu þau ekki á annan veg? Og ég sé Ísland svolítið fyrir mér í þessa veru. Við erum eftirsóknarverð núna vegna þess að Evrópusambandið tegir sín áhrif norður á bóginn, vill fá Íslandinn, þau eru ákveðið að fá Íslandinn, þau eru að búa til stórríki, heimsveldi, þau tala svoleiðis. Bara, ég er búin að sæti allan morgun og var að flett upp í ræðuna þeirra, fann Leyen og þessi formaður ykkar þarna í Evrópusambandinu, þessi gestur viðreisnar, þau tala öll svona. Þau tala öll drauminn Evrópu stórríki. Þú ætlar að láta hann afneita honum 3 svar áður en hann engar að 3 svar. Já, en fyrir ekki að heldur minn, en ég bara, þetta eru bara hans orð og það getur vel verið að þú sért ósammála. Já, þetta eru hans orð. En var þetta að nú Ögmundur dregur hérna öryggismálin og margir Evrópusinnar hafa gert það svolítið undanfarið. Það nú út af öryggisástandi í heiminum að þá eigum að fara í Evrópusambandið. Þú nefndi það ekki þegar ég baði að nefna kostina. Það er vegna þess að mig langar ekkert að ganga í Evrópusambandið út af einhverju nauðhyggju. Þú veist, þegar ég þarf að segja að við þurfum að fara í Evrópusambandið, þá finnst mér ég ekki alveg trúr málstæðanum vegna þess að, jafnvel að það er satt, vegna þess að mér finnst það góð hugmynd sem að við ættum að taka þátt í bara fullri alvöru og sko af ástríðu og áhuga. Ég er þar sko. Stundum er bara ástandið þannig að þú verður að taka skásta-kostinn. Þú verður að taka, já, allavega ekki, frekar næst skásta heldur en versta, myndi ég segja allavega. Það er ekki allir samlega mér þar. En sko, öryggismálin er heldur ekki hægt að ræða bara í samhengi við Evrópusambandið vegna þess að það er bara hluti af þessari ógurlegu stöðu sem er komin upp í alþjóðasamfélaginu sem að fer langt út fyrir sko miðstýringu og markaðshyggju sko í þessu samtali okkar þegar kemur að Evrópusambandinu. Raunin er bara svo, við höfum stólað á NATO til þess að verja landið og við getum verið ósammála hversu mikil þörf á því. Ég er þeirra skoðunar að það sé rík þörf á því, hvort sem okkur líkar betur að vera, að hafa varnir, her sem að getur fælt í burtu lið eins og Pútín Við vitum ekki alveg hvað NATO er í dag. Og núna er sko hegðun Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi bara búin að vera, hún er gjörsamlega farin yfir línuna, hún er ekki á leiðin yfir línuna, hún fór ekki næstu yfir línuna, hún fór yfir línuna og við vitum það núna að við getum ekki treyst Bandaríkjum til þess að verja þetta land. Og það bara breytir öllu í sambandi við varnir landsins þar á meðal hlutverki Evrópusambandsins mögulegu í framtíðinni og mér finnst ekkert að þeirri hugmynd geðsleg. Mér finnst það allt saman eitthvað sem að ég er jafn smeykur við og hver annar. En trúir því að Evrópusambandið geti varið okkur gegn Bandaríkjunum? Ekki í dag, nei. Ekki í dag. Það er alveg augljóst. En sko, ef Evrópa í einhverjum skilningi, hvort sem er Evrópusambandið eða einhver aðildarríki þess fer að byggja upp eitthvað til að búa til þess að mótvæði sem Bandaríkin hafa sinnt hingað til, þá tekur það langan tíma. Bara mjög langan tíma. Það bara tekur mjög langan tíma að gera það. En sko... Kjarnorkuflugum beint að Washington eða viljið þið sjá þennan heim þróa svona? Auðvitað ekki. Nei, þá gerum við það ekki. En þeir tala svona, félagar þínir. Nei. Þá ert þú bara að miskila þá, með allri virðingu. Það er enginn að sækjast eftir stríði. Það er enginn að sækjast eftir stríði. Menn er að við þurfum að koma evrópskum hagkerfum í stríðsham. Sagði forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins fyrir árið síðan. Hann sagði það. Kanslarinn Þýskaland segir, ég er ekki hræddur við stríð lengur. Ég skil þá sem eru hræddir við stríð. Þau eru öll að tala fyrir stórríki, þau eru öll að tala fyrir hervæðingu. NATO-ríkin í Evrópu er að fara með 5% af þjóðarframleiðslunni út úr spítölunum, út úr velferðarkerfunum og setja því hervæðingu. Þau eru að gera þetta. Þú tókst kannski eftir því, fyrirgefðu, ég bara verða að orða þetta svona. Þú tókst kannski eftir því að Rússland réðist inn í Úkraínu í landvinningastríði og að Bandaríkin séu búin að gefa NATO upp á bátinn. Það er staðan sem við erum í. Það er ekkert skrítið af fólk sem hatar stríð ekkert minna heldur en þú og ég hugsi sig að við þurfum Evrópa að geta varið okkur. Það er ekki Ég er bara með allt annað skilning á ömurleg staða sem við erum öll sammála. Við erum öll sammála Nei, við erum ekki öll sammála þessu. Vegna þess að ég horfi til þess sem verið var að reyna að gera í kjölfar 9. áratugurins þegar að milljónirnar voru hérna út á götunum til að koma í veg fyrir uppsetningu meðaldrægra og skamdrægra kjarnorkuflauga í Evrópu. Ég tók mikinn þátt í þessu og var fréttamaður á sjónvarpinu og fylgdist mjög vel með þessu. Og ég fylgdist líka með leiðtogafundunum þegar Sovétríkin voru liðið í sundur. Ég fylgdist líka með skuldbindingum það að nú væri komin tími til að færa vopnin burtu
á braut frá gömlum átakalínum. NATO gerði þetta ekki. Heldur færði þessi banvænu eitruðu vopn upp að landamærin Rússlands. Og síðan var ákvörðun að vildu þeir taka Úkraínu inn í NATO og Evrópusambandi sem reyndar allt önnur ákvörðun og fullkomlega skiljanleg en ekki inn í NATO og þetta hefur þessi deila þróast sem betur fer töldum við á sínum tíma 2015 að samkomulag hefði náðst í Minsk það að Donbass austurhéruðin sem voru rússneskt hliðhóll að þau fengju aukið sjálfstæði innan landamæra Úkraínu. Það var talað það. Úkraína stæði utan hernaðarbandalaga og við reyndum að draga þannig úr spennu. Þetta, ef þetta ekki látið fylgja með í sögu skýringum samtímans, þá erum við ekki að skilja söguna. Já. Við erum ekki að gera það. Drengir, þið heyrið að við erum að tala um ástand í heiminum og það er mikil óvissa öryggismálum, það er óvissa samskipti okkar við Bandaríkin, það er óvissa hvernig tengsl Bandaríkjanna og Evrópu verður. Evrópa þarf eiginlega að finna upp einhverju utanríkisstefnu ef þeir ætla ekki að vera leppríki Bandaríkjanna eins og það er sömuleyti verið. Er ekki starfmer í Kína eða eitthvað og þú veist og það er alltaf hverfanda hveli. Þið eru eins og sammála eitt að þið viljið í þessu andrúmi ganga til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að við í Evrópusambandi og það er það sem það er það sem að því ég bý í þessu landi og mér finnst einhvern veginn svo ólíklegt að geti komið einhvern vitræn umræða í þessum heimi það hvort að okkur hagsmunum sem betur varið inn í Evrópusambandinu eða ekki þegar það raunverulega allt upp í loft. Hafðu trú á kjósendum? Ég farið í gennum svona kostningar og fylgst með þeim. Já, ég líka. Og stundum maður bara situr maður og hugsa hvað er þjóðin að kjósa? Því það er því að ég fylgist með kostningum víða heim og yfirleitt er hægt að segja það. Svo þarna var kosum húsnæðismál og fleira, en það er orðið erfiðar að benda á það á Íslandi. Einu svona kosum við, er ekki bara best að kjósa Framsókn var niðurstaða kosningana? Þannig að óttist þið ekki að umræðan Evrópusambandið í þessum svona deglu sem við erum og þessari hálfgerðu þoku, þessum tröllaheimi sem alþjóða stjórnmálinu er verði bara eitthvað hilaríus vitleysa. Nei, ég held nefnilega, ég er algjörlega ósammála þessu vegna þess að ég held að sé heiðskýrara en hefur verið þokunni er að létta. Við erum að sjá fram í við erum að sjá tröllin, við sjáum ásetningin, við sjáum hvað er að gerast og ástæðan fyrir því að ég er þessarar skoðunar er ekki svo að við langt í kosningar þetta neitt sérstaklega því að mér finnst það aldrei vitlausara en nú að yfirleitt bara íhuga þennan kost. Mér finnst það svo rangt. En það sem að ég er að horfa upp á og við þjóðin almennt er ríkisstjórn sem sést ekki fyrir og ég er ekki síst að horfa til ráðherra Viðreisnar hvað þetta snertir. 21. maí í fyrra þá skrifar Þorgerður Katrín undir samkomulag í Brussel utanríkismál að Íslendingar ætli að fylgja stefnu Evrópusambandsins í utanríkismálum Alignment with EU Foreign Policy heitir þessi liður Alignment of EEA EFTA States with EU Statements, Declarations and Restrictive Methods ef Evrópusambandi grípur til viðskiptaþingana eða einhverja þingana út á við þá erum við sammála því og ég fletti líka upp, ég ætla ekki að fara að þreita menn á því hvað þetta restrictive methods þýðir, það er til dæmis viðskiptasamningar þegar að ríkisstjórn Íslands og svo tökum við náttúrulega getum við tekið fiski samstarfs sjávarútis samstarfssamningin sem Friðriksen var að skrifa undir í júlí mánuði þau eru þessi ráðherrar eru að afsala okkur völdum þau eru að taka mál sem eiga að vera til umræðu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ganga frá þeim áður þau eru að taka hvert málið á fætur öðru og hnýta það upp á festina og þá segi ég, heyrðu til að stoppa þetta fólk, þá verðum við bara að fá þjóðaratkvæðagreiðslu þetta.
Það verður að stöðva þessa vitleysu. Það er ástæðan. Áhugaverð nálgun. Er þetta ekki galinn tími á því að fara Nei, minnst þetta... besti tíminn? Ég er þeirra skoðun, það er alltaf rétti tíminn til að ræða aðild að Evrópusambandinu. Vegna þess að ef við göngum inn í Evrópusambandið, þá verður það ekki bara í akkurat þessum aðstæðum og ekki bara akkurat í aðstæðum eftir 10 ár. Við þurfum að hugsa þetta í marga ára tugi fram í tíman og það verða góðir dagar, það verða slæmir dagar, það verða hvalrekar og það verða áföll. Það verður þannig og stundum verður eitthvað í Evrópusambandinu sem mun þvælast fyrir okkur alveg eins og það er með EES-samstarfið og allt sem við gerum, alla löggjöf og allt fyrirkomulag sem við getum sett upp. Þeir eru sammála þetta, það er að ganga til atkvæða. Ég reyndi að skemma það, en mér tókst það ekki. Nei, hvort nálega, sýndir mér þetta. Eina sem við vorum sammála. Smári, það sem að að Helgi Hrafn lýsir þessu, það er óljós hvernig verður margt í framtíðinni eins og gefur að skilja. Með aðeldið á. Sem gefur að skilja, það er alveg rétt. En á þessari stundu er ríkisstjórnin að leggja það til að við tökum nánast óafturkræfa ákvörðun. Neip. Nánast óafturkræfa. Spurðu þau þarna í Bretlandi. Þau bara vond hugmynd hjá þeim og þau eru að núna uppskera það. Nei, ég hefði kosið með Brexit í Bretlandi. Ég hefði ekki gert það sem með forsendum og þau gerðu það. Ég hefði kosið það sem með forsendum og Jeremy Corbyn og vinstrisinarnir sem voru andæfa markaðshyggju og miðstýringar áráttu Evrópusambandsins. En þetta er nánast óafturkræf ákvörðun sem að verið að láta okkur taka afstöðu til, en ég bara ætla að halda mig við það að ég ætla aldrei að ganga gegn þjóðaratkvæðagreiðslu og lýðræðinu. Ég vil veg lýðræðisins sem mestan og svo vil ég koma í veg fyrir frekari spellvirki á hálfu ríkisstjórnarinnar. Helgi Hrafn og Ögmundur, takk fyrir að koma hingað og þetta er svo stór matseðl sem er vel undir í þessari umræðu að við náðum nú rétt að bara renna í gegnum hann. Kannski fæ ég ykkur aftur til þess að ræða einstaka þætti. Já, vel, kannski NATO í daginn. Ræðu NATO? Kannski NATO í daginn. Með varnarsamningin? Drífa okkur áður en að NATO verður búin að ganga frá sér. Þá getum við fyrir Þingmenn, Helgi Hrafn og Ögmundur, kæra þakkir. Við ætlum að sitja hérna áfram með rauðaborðið. Við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og hennan heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.